Skúli Mogensen segir að það hafi aldrei hvarflað að sér að gefast upp og hann ætli ekki að hætta að berjast fyrr en framtíð WOW sé tryggð. Félagið sé mun betri fjárfestingarkostur eftir að 15 milljarða skuldum var breytt í hlutafé í dag. Yfirráð yfir WOW eru nú í höndum það bil 40 kröfuhafa sem eignast félagið upp í skuldir. Einn þeirra segir framtíð félagsins bjarta og vill að Skúli stýri því áfram. Evrópuþingið samþykkti í dag umdeildar breytingar á höfundaréttarlögum. Hart deilt hvort þau séu skref fram á við fyrir framleiðendur og neytendur eða aðför að frjálsu og opnu interneti. Ný leið verður farin við sameiningu 4 sveitarfélaga á Austurlandi ef hugmyndir heimamanna ganga eftir. Kosið verður í sérstakar heimastjórnir til að jafna völdin í nýju sveitarfélagi. Úrgangur hvala gegnir mikilvægu hlutverki í vistkerfi hafsins en á honum nærast lífverur sem eru neðar í fæðukeðjunni, segir gestaprófessor við Háskóla Íslands. Hlutverk hvala í vistkerfi hafsins hafi verið vanmetið. Komiði sæl. Skúli Mogensen forstjóri WOW segir stöðu félagsins ágæta eftir að skuldabréfaeigendur og kröfuhafar samþykktu að breyta 15 milljarða skuldum í 49% hlut í félaginu í dag. Félagið sé nú mun vænlegri fjárfestingarkostur. Hann ætli ekki að hætta að berjast fyrr en hann hafi tryggt framtíð félagsins. Skúli vinnur nú að því að fá fjárfesta að 51% hlut í félaginu fyrir 5 milljarða. Hann segir ekki launungamála skuldastaða félagsins hafi þvælst fyrir í viðræðunum undanfarna daga. Hann vil ekki gefa upp við hverja hann hafi verið að ræða. Þetta breiður hópur og sterkir einstaklingar og sterkir sjóðir og svo framvegis. Einhverjur sem hafa reynslu af flugrekstri? Já. Hver þá næsti tímafrestur? Við erum að vinna þetta eins hratt eins og við getum. Ég get ekki lofað að fullyrt nákvæmlega hvenær þetta verður klárað. Hann segir að 5 milljarðar eigi að duga fyrir endurskipulagningu félagsins. Reksturinn gangi vel núna en dýrkeypt mistök hafi verið gerð í fyrra þegar farið var í lengri flugleiðir og rekstur breiðþota. Nú búið að skila þeim vélum og búið að klára þá samninga. Þannig að við erum aftur komin í sama búningu og við vorum 2015 og 16 þegar það gekk mjög vel hérna og félagið var mjög arðbært. Þannig að ég sé ekki betur en að það sé aftur komið í það form. Skúli segist hafa unnið náið með stjórnvöldum og haldið flugmálayfirvöldum upplýstum stöðu mála. Það eru launungamál að við höfum leitað til ríkisins með formlegum hætti ákveðinn stuðning. Það er jafnframt komið fram að ríkið telur ekki rétt að kannski fjárfesta með beinum hætti í flugrekstur. En ég held að það sé líka öllum ljóst að í sögulegu samhengi hefur Icelandair fengið miklar ívilnanir og fyrirgreiðslu með margvíslegum hætti og það er nú ekki nema einhverju dagar síðan að ríkisbankinn, Landsbankinn lánaði þeim hátt í 10 milljarða á kostakjörum. Þannig að auðvitað ríkið að koma að flugrekstri á ýmsa máta. Hafið þið verið óskað eftir viðlíka láni eða einhverju öðru og jafnvel meira? Það hefur komið til tals að fá einhvers konar fyrirgreiðslu, já. Og hvernig var því tekið? Við erum í góðum samskiptum og ég held að það sé best að meðan viðræður standa yfir að vera kannski ekki að fara í smáatriði í þeim efnum en við erum í góðum samskiptum við yfirvöld. Hann segir það í höndum nýrra eigenda að ákveða hver staða hans verði innan félagsins og að ekki sé enn ljóst hver endanlegur hlutur hans verði. Ég verð áfram hluthafi en einn af mörgum og ég tel það styrk fyrir félagið að fá marga hluthafa á málinu þannig að það verður í þeirra höndum að ákveða framhaldið. Hvernig líður þér með þessa stöðu sem núna? Ég náttúrulega alltaf brattur af eðlisfari og það ekki síst þessi hvatning sem ég fengið frá okkar fólki, frá starfsfólkinu hérna og bara fólkinu í landinu sem gefur mig þann kraft og þetta skiptir félagið gríðarlega miklu máli að halda þessari baráttu áfram og ég full að trúa því að við klárum þetta verkefni. Og eins og ég segi, ég ætla mér að klára þetta og það það sem kemur mig. Ég vona að það sé öllum ljóst að við ætlum okkur að klára þetta og við hættum ekki að berjast fyrir við gerum það. Hefur einhvern tímann hvarflað undanfarna sólarhringa að gefast upp? Aldrei nokkuð tímann. Einn af 40 kröfuhöfum WOW sem nú hefa tekið flugfélagið yfir segir að þeir muni taka sinn tími í að finna fjárfesta í félaginu, annaðhvort nýja eða úr eigin hópi. Staðan sé gjörbreytt nú þegar skuldirnar eru farnar.
WOW air nú komið í hendur kröfuhafa sem gefa eftir 15 milljarða kröfur sínar fyrir 49% hlut í félaginu. Öðrum býðst að kaupa 51% hlut á 5 milljarða. Á meðal kröfuhafana eru þeir sem tóku þátt í skuldabréfaútboði WOW í haust, til dæmis móðurfélag flugþjónustufyrirtækisins Airport Associates á Keflavíkurflugvelli. Af hverju ákveðið að gera þetta? Af því að ég get fullyrt að kröfuhafar og aðrir sem eru núna að leggja vinnu í þetta myndu ekki leggja í þessa vegferð nema að þeir myndu meta stöðuna svo að fyrirtækið væri komið í rekstrarhæft ástand og langtíma horfur og rekstrarhorfur á fyrirtækinu eru mjög bjartar. Kröfuhafar meta það sem svo, við ætlum að leggja í þessa vinnu af því að það eru raunverulega líkur og verulega líkur á því að þessi fjármunir náist tilbaka og vonandi enn meiri. Nú mun þessi hópur reyna að fá 5 milljarða í viðbótin í félagið, ýmist frá nýjum fjárfestum eða úr eigin hópi. Sigþór segir þeim ekki leggja lífið á. Það er alltaf verið að reyna að búa til einhverja tímabúnta, að nú sé örlaga stund og dagurinn dag eða á morgun. Nú erum við bara með gjörbreytta stöðu. Það eru sirka 40 fjárfestar sem eru búin að taka við félaginu og þeir bara taka þann tíma sem þeir þurfa til að finna bestu lausn til framtíðar. Hann segir að stjórnvöld hljóti að gefa þessu verkefni tækifæri og óttast ekki að þau verði þrándur í götu, ekki heldur Isavia sem WOW skuldar vel á 2 milljarð. Það er verið að búa til umgjörð til þess að Isavia fái sína peninga tilbaka. Ég held að Isavia hafi alveg skilning á þessari stöðu og skilji mikilvægi þess ekki bara fyrir Isavia, heldur raun og veru bara fyrir Íslandi í heild sinni, þjóðarbúi, fyrir ferðaþjónustuna og hvað er gríðarlega mikilvægt að þessi starfsemi haldi áfram. Allt gamla hlutafé WOW hefur nú verið þurrkað út og Skúli Mogensen er orðinn einn af fjölmörgum hluthöfum félagsins vegna þess að WOW skuldaði honum pening eins og fleirum. En hans hlutverk innan félagsins, hvernig sérðu það fyrir þér? Já, nú get ég náttúrulega bara að tala fyrir mig og hvernig ég sagði það áfram en ég teldi að vera mikill akkur í að halda Skúla áfram sem forstjóra. Skúli er búinn að gera stórkostlega hluti, hann er líka búinn að gera mikið af mistökum en ég held að enginn sé búinn að læra jafn hressilega á þeim eins og hann. Hefurðu tilfinningu fyrir því hver skoðun annarra kröfuhafa og nú hluthafa er á því? Nei, ég bara get alveg fyrir mig. Ég gerir mér ekki grein fyrir hvernig það liggur hjá öðrum. Og sáttafundi Samtaka atvinnulífsins og 6 verkalýðsfélaga þar á meðal Eflingar og VR var frestað annan daginn í röð vegna óvissu WOW air. Þeir félagar í Eflingu og VR sem fóru í verkfall á föstudag leggja niður störf á miðnætti annað kvöld í 2 daga. Samtök atvinnulífsins vildu að verkfallunum verið frestað en stéttarfélögin höfnuðu því. Næsti fundur í deilunni hefur verið boðaður eftir hádegi á morgun. Formaður SA segir að óvissa í kringum WOW hafi áhrif á viðræður launamál. Það stendur fullt af hlutum út á borðinu. Við eigum eftir að ræða marga hluti áður en kjarasamningur eru undirritaður. Ég vil ekki segja endilega að það sé staða kjarasamninga sem kalla á það að fresta verkföllum. Við séum bara staðan almennt talað í greininni er núna þannig að ef að allt fer á versta veg að þá nú þau fyrirtæki sem að verkföllin beinast að núna ekkert í öfundsverðri stöðu. Breytingar á höfundaréttarlögum voru samþykktar á Evrópuþinginu í Strassborg í gær. Þær eru mjög umdeildar og tugir þúsunda mótmæltu þeim í nokkrum evrópskum borgum helgina. Breytingunum var meðal annars mótmælt í Berlín en þær hafa verið lengi í undirbúningi. Þeim ætlað að styrkja reglur höfundarétt á efni sem birtir á samfélagsmiðlum og stærstu streymisveitunum. Wollen wir einen Rechtsrahmen für das Internet hier schaffen, sodass auch Eigentümer im Grunde nicht bestohlen werden? Das ist die große Frage, mit der wir uns hier heute auseinandersetzen. 348 þingmenn Evrópuþingsins samþykktu breytingarnar en 278 voru á móti. Stóru netfyrirtækin, til dæmis Google og Facebook, ráku mikinn áróður fyrir því að koma sínum sjónarmiðum að, svo mikinn raunar að þingmenn muna vart eftir öðru eins. Samkvæmt nýju reglunum þurfa netrisarnir að ritskoða efni í mun meiri mæli en nú og útlit fyrir að það raski því viðskiptamódeli sem samfélagsmiðlarnir eru byggðir á. Netrisarnir hafa stuðning víða, meðal annars frá Pírötum í Evrópu. Þingflokkur Pírata ætlar að beita sér gegn því að breytingin verði tekin upp í EES-samningin óbreytt. Hún fel í sér varhugaverða aðför að frjálsu og opnu interneti og takmarki rétt Evrópubúa til að tjá sig. Eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion.
Eure Proteste sind nichts wert. Die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Kastljós verður ekki með hefðbundnum hætti í kvöld. Hér á eftir fréttum, íþróttum og veðri hefst borgarafundur geðheilbrigðismál ungs fólks. En hvernig fer þetta fram? Jú, hér alltaf verið tilbúið fyrir ítarlega umfjöllun unga fólkið okkar. Hvernig því líður og hvar pottur brotin í geðheilbrigðiskerfinu. Það við höfum kallað til viðmælendur víðsvegar að. Sérfræðinga, ráðamenn og venjulegt ungt fólk sem hefur þurft að takast á við áföll í lífi sínu og fundi leiðir til að hjálpa sér og öðrum. Við vonumst til þess að í lok fundarins verðum við öll einhvers vísari geðheilbrigðismálin og komum vonandi út af honum með einhver svör. Já, fylgist með borgarafundi geðheilbrigðismálin strax hér eftir íþróttir og veður. Og að öðrum, Brexit sinnar innan breska íhaldsflokksins greiða líklega atkvæði með samningi Theresa May forsætisráðherra. En þeir telja það nú skárri kostur að Bretar fari úr Evrópusambandinu án samnings. Þingmenn samþykktu í gærkvöld þvert á vilja May að boða til atkvæðagreiðslu annað kvöld tillögur sem eigi að skýra hver vilji þingsins sé. Sambandssinnar á Norður Írland eru enn mótfallnir samningi May. Hún þarf því að snúa tugum þingmanna til að fá samningin samþykktan. Nokkrir þingmenn vöktu máls á því í dag að May ætti fá aðra kosti en að boða til nýrra kosninga. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2020-2024 á Alþingi í dag. Hann segir að enn séu óvissuþættir sem snerti yfirstandandi kjaradeilur og áhrif af því sem sé að gerast í flugheimi og það getur orðið umtalsvert. Þingmenn stjórnarandstöðu ítrekuðu að forsendur áætlunarinnar hefðu verið brostnar nánast leið og hún hafi komið út. Loðnubrestur, kjaradeilur og flugmál skipti þar mestu þar sem óveðurský hrannist upp. Umræðan stendur til miðnættis, heldur áfram á morgun og stendur að því að henni ljúki hádegi á fimmtudag. Í viðræðum sameiningu 4 sveitarfélaga á Austurlandi eru hugmyndir að kjósa sérstakar heimastjórnir sem ásamt sveitarstjórn hafi ákveðið ákvörðunarvald. Það hefur ekki verið gert hér á landi fyrr. Íbúafundir hefjast í næstu viku og stefnt að atkvæðagreiðslu sameininguna í haust. Formlegar viðræður sameiningu Fljótsdalshéraðs, Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðar-Kaupstaðar og Djúpavogshrepps hafa staðið síðan í október. Viðræðurnar byggjast á skoðanakönnun sem gerð var fyrir ári, þar sem íbúar allra sveitarfélagana lýstu sig fylgjandi sameiningu. Eftir vinnu starfshópa undanfarna mánuði nú komið að íbúafundum sem haldnir verða 4 fyrstu dagana í apríl. Þessir íbúafundi verða haldnir með svona þjóðfundaformi og við erum þar að kalla eftir því að íbúarnir komi, kynni sér þessar hugmyndir sem menn hafa verið að vinna með og komi með tillögur. Það algengt þegar sveitarfélög eru sameinuð að fólk óttast að þá færist völdin öll á einn stað. Í þessu tilfelli á að passa að svo verði ekki. Heldur á að kjósa 4 heimastjórnir sem hafa ákveðið ákvörðunarvald. Þetta hefur ekki verið gert áður hér á landi, segir Björn, og ekki sjálfgefið að sveitarstjórnir megi framselja völd til heimastjórna. Því sé nú verið að kanna í samstarfi við starfsfólk stjórnarráðsins hvort þetta sé gerlegt. Og fyrir framtíðar þróun sameinaðs sveitarfélags sé afar mikilvægt að þetta takist. Menn hafa stundum lent í því og við heyrum þá gagnrýni frá sveitarfélögum sem hafa farið minni inn í stærri sameiningar að þau hafi bara tapað sínum rétti og íbúarnir séu rétt lausir eftir sameiningu. Þetta eitt af því sem við erum að horfa til þess að standa vörðum. Búist við erfiðum stjórnarmyndunarviðræðum að loknum þingkosningum í Finnlandi eftir rúman hálfan mánuð. Fáir vilja vinna með Finnaflokknum og það gæti valdið margra mánuða stjórnarkreppu líkt og eftir kosningarnar í Svíþjóð í fyrra. Græningjar gera sér vonir að komast í stjórn. Aukin áhersla og áhugi kjósenda á loftslagsmálum helsti drifkrafturinn í velgengni græningja víða í Evrópu, sér í lagi í Þýskalandi og Benelux-löndunum. Loftslagsmál eru mjög áberandi í kosningabaráttunni fyrir þingkosningar í Finnlandi og þar stefnir allt í bestu kosningu græningja í rúmlega 30 ára sögu flokksins. It gives us a lot of psychological support here also that we can say that there is a new coming of the Greens, not only here in Finland but in Europe. Líklegast að sósíaldemókratar verði stærsti flokkurinn að loknum kosningum og leiti þá til stærstu flokkana sem voru í stjórnarandstöðu til að mynda meirihluta og þar eru græningjar langlíklegastir. Finnaflokkurinn mælist með 10–15% fylgi og gæti vel aukið við sig og sett stjórnarmyndunarviðræður í uppnám. It will be
tough talks, and particularly for the reason that the parties are now, at least in opinion polls, so equal. There are 4 or 5 parties very much in the same numbers. Það eru þó alls ekki allir á því að það verði bæði erfitt og tímafrekt að mynda hér meirihluta eftir kosningar, því hér skipti hugmyndafræði flokkana mun minna máli en annars staðar og þeir sem yfir höfuð nái meirihluta geti unnið saman. Finnish parties are usually very pragmatic when it comes to government formation. It's not so much about ideology and sharing the same view of what should be done. It's mostly about negotiation and about mathematics. Ása hefur fylgst með finnskum stjórnmálum lengi og segir að umbætur í heilbrigðiskerfinu sem felldu ríkisstjórnina í byrjun mars reynist flokkunum erfiðar, en 3 síðustu ríkisstjórnum hefur mistekist að koma sér saman breytingar. Það sé þó ólíklegt að heilbrigðismálin laði að marga kjósendur. That's a very difficult and technical issue to deal with, but the climate change is likely to be topical and something that actually raises a lot of feelings and attentions and that voters will talk about a lot. That's very likely to be the most important issues, so healthcare reform and climate change. 2 íslenskir læknanemar báru sigur og bítum í norrænni nýsköpunarkeppni helgina. Nemarnir hönnuðu hugbúnað sem getur sparað mikinn tíma í heilbrigðiskerfinu og leið hjálpað fíklum að venja sig af læknadópi. Svokallað samnorrænt heilsuhakkaþon var haldið í Reykjavík helgina. Þar kom saman fjöldi fólks sem kepptist við að nýta gögnum heilsufar fólks til þess að þróa lausnir sem miða að því að auka lífsgæði. Mörg hundruð manns skráðu sig til leiks enda var til mikils að vinna eða 10.000 evrur. Svo fór að lokum að 2 íslenskir læknanemar báru sigur úr bítum. Þeir hönnuðu hugbúnað sem auðveldar læknum að gera áætlun hvernig eigi smátt og smátt að draga úr verkjalyfjagjöf sjúklinga, til dæmis eftir aðgerð. Það vefsíða þar sem hægt að hanna niðurtröppunarskema sem eitthvað sem læknar nota til að koma í veg fyrir að sjúklingar sem hafa skrifast út af spítala ánýtist sterkum verkjalyfjum. Hingað til hefur mikið af tíma lækna farið í að útbúa slík skemu. Ef við tökum svo dæmi að ég útskrifi 4 sjúklinga á einum degi, þá þetta að taka kannski klukkutíma mínum vinnudegi ef ég ætla að gera þetta almennilega. En nú hægt að gera þetta á mun skemmri tíma. Ég byrja að fara hérna inn á niðurtröppun.is og byrja hér að slá inn upplýsingar, fyrst nafn sjúklings, vel hvaða verkjalyf ég ætla að nota, tökum tradólan sem dæmi, setjum inn hvaða skammtur sjúklingurinn á þegar hann útskrifast, yfir hversu marga vikur við viljum trappa verkjalyfin niður og síðan get ég ítt hérna útboðabréf. Þá fæ ég annars vegar upplýsingar til læknis hvað hann á að skrifa út mikið af verkjalyfum og hins vegar bréf til sjúklings hvernig hann á að nota verkjalyfin, hvernig hann á að minnka þau niður og upplýsingar algengar aukaverkanir í lokin. Og þetta tók ekki langa tíma? Nei, svona 10 sekundur. Auk þess að gagnast læknum segja þeir að hugbúnaðurinn geti gagnast fólki sem hefur ánetjast hvers konar læknadópi en vill trappa sig niður. Aðgangur af vefsíðunni ókeypis. Þeir félagar segist ekki vita til þess að svona hugbúnaður sé til annar staðar í heiminum en stefnir að því að hann verði komin í almenna notkun á Landspítalanum innan skamms. Hvað þýðir þessi verðlaun fyrir ykkur? Við höfum eiginlega ekki trú á að við 2 gætum tekið þátt í ykkur svona keppni þar sem við erum ekki vanir þessu úr okkar fagi en að það séu möguleikar í heilbrigðisgeiranum á að bæta þjónustuna sem við getum veitt fólki. Hvalir gegna stærra hlutverki í vistkerfi hafsins en áður var talið, segir gestaprófessor við Háskóla Íslands. Úrgangur hvala og hræ séu til að mynda mikilvæg fyrir aðra lífverur í hafinu. Með tilkomu iðnaðarveiða áttu hvalastofnar undir högg að sækja, en á síðustu öld voru veiddar 3 milljónir stórhvela í heiminum. I think we got an idea that whales didn't play a big role in the oceans because there weren't any. Undanfarna áratugi hefur hvölum fjölgað á ný og Joe rannsaka hlutverk þeirra í vistkerfi hafsins. The first time I saw a whale, dove down to the bottom, came up with mud on its bonnet, on its head, and when it dove, it released this big fecal plume, or this big poop, in front of me, and I thought, maybe there's something to that. And I've spent the past few decades trying to figure out if that is important ecologically or not. And is it? Yeah, so what we did is we did a model looking at the amount of whales that we knew in the Gulf of Maine and found that they release more nitrogen and other nutrients in that system than all the rivers combined. Joe kallar fyrirbæri hvalapumpu þegar hvalir nærast á djúpsævi og losa úrgang þegar þeir hvílast við yfirborðið sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir aðra lífverur í hafinu.
Not only do the phytoplankton, right, so the base of the food chain, but also the copepods and the krill that feed on that. So why does that matter? That also happens to be the prey for a lot of the whales. So the whales are coming up to the surface, releasing those nutrients, and actually increasing the amount of food that's available to them, but also to other fish species. Þá gegnir hræ hvala mikilvægu hlutverki þegar þau einangra kolefni og sökkva til botns þar sem þau verða hluti af djúpsjávarvistkerfinu. Joe segir hlutverk hvala í vistkerfi hafsins hafi verið vanmetið. We often think of whales as competitors for fish, right? And they can have top-down controls, but they can also increase populations of fish, of crustaceans, of all kinds of zooplankton and fish in the waters. Og þá að veðri, það verður vaxandi sunnanátt með rigningu eða slyddu í nótt, snýst síðan í suðvestan hvassviðri og sums staðar storm á morgun, einkum norðvestan til með snjó í éljum. Austanlands verður lengst af bjartviðri, kólnandi veður á morgun og annað kvöld verður mjög víða farið að frysta. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir, en Kristjana Arnarsdóttir með íþróttafréttir kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið situr í 4. sæti háriðils í undankeppni EM 2020 eftir 4-0 tapið gegn heimsmeisturum Frakka á Stade de France í París í gærkvöld. Spilamennska íslenska liðsins einkennist af agaleysi, segja fótboltasérfræðingar RÚV. Og Birkir Már Sævarsson orðinn annar leikjahæsti leikmaður íslenska landsliðsins, aðeins Rúnar Kristinsson hefur spilað fleiri landsleiki. Og þá það helstu fréttir kvöldsins. Skúli Mogensen segir að það hafi aldrei hvarflað að sér að gefast upp og hann hætti ekki að berjast fyrir en framtíð WOW sé tryggð. Félagið sé mun betri fjárfestingakostur eftir að 15 milljarða skuldum var breytt í hlutafé í dag. Yfirráðið yfir WOW eru nú í höndum það bil 40 kröfuhafa sem eignast félagið upp í skuldir. Einn þeirra segir framtíð félagsins bjarta og vill að Skúli stýri því. Evrópuþingið samþykkti í dag umdeildar breytingar á höfundaréttarlögum. Hart deilt hvort þau séu skref fram á við fyrir framleiðendur og neytendur eða aðför að frjálsu og opnu interneti. Ný leið verður farin við sameiningu 4 sveitarfélaga á Austurlandi ef hugmyndir heimamanna ganga eftir. Kosið verður í sérstakar heimastjórnir til að jafna völdin í nýju sveitarfélagi. Úrgangur hvala gegnir mikilvægu hlutverki í vistkerfi hafsins en á honum nærast lífverur sem eru neðar í fæðukeðjunni, segir gistiprófessor við Háskóla Íslands. Hlutverk hvala í vistkerfi hafsins hafi verið vanmetið. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo minnum við á borgarafundum geðheilsu ungs fólks í beinni útsendingu í sjónvarpssal. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en við ætlum að kveðja ykkur í bili. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Bein útsending frá borgarafundi geðheilsu ungs fólks. Skuggahliðar snjallsíma heimildamynd þar sem skoðað hvernig samfélagsmiðlar eru hannaðir til að fólk ánetjist þeim.